Góðan daginn. Verið velkomin á þessa afkomukynningu hjá okkur í Sjóvá fyrir annan ársfjórðung ársins 2026 og leið náttúrulega 6 mánuði fyrir 2026. Það vandaði við 3 sem að sinnum kynningunni fyrir gegnum dag. Ég fer yfir þetta helsta fyrst þegar ég var að taka síðan við og Þórður í framhaldinu og síðan komum við upp og opnum fyrir spurningar ef einhver eru, hvort sem þær eru á netinu, fjárfestar@Sjóvá eða hér úr sal. Ef við vindum okkur þá í þetta, þá annar fjórðungur var býsna sterkur hjá okkur. Við erum mjög ánægð með niðurstöðuna sem hann skilur okkur, fjórðungurinn, og þá sérstaklega náttúrulega vátryggingamegin. Hagnaður var eftir skatt upp á 900 milljónir og þá tæplega 750 milljóna króna afkoma vátryggingasamningum fyrir skatta. Þetta skilur okkur samsettur hlutfall upp á 91,5% fyrir annan fjórðung og afkoma af fjárfestingum var fyrir skatta upp á 405 milljónir sem skilar okkur ávöxtun á safnið upp á 1,4%. Nú á anda þá förum við aðeins yfir þetta helsta sem hefur á okkar daga drifið í þessum fjórðungi og þarna fellur til þá stærsta niðurstaðan og stærstu vinnustaða könnun landsins sem fyrirtækjakönnun fyrirtækjakönnun VR og þar eins og áður og undanfarin ár þá höfum við skorað mjög hátt þar sem mjög ánægjulegt. Þetta er eins og segir stærsta vinnustaðagreining landsins þar sem að starfsmennir eru spurðir að ýmsum þáttum og þessir þættir hafa mismunandi vikt eftir árum eða milli ára og því nú ekki alveg heilumhent að fá svona niðurstöðu sem við erum að fá upp á 4,5 af 5 mögulegum í gegnum tíðina og við erum afar stolt af því. Þarna eru þættir eins og starfsánægja, jafnrétti, starfsandi og sveigjanleiki að koma mjög vel út hjá okkur. Við höfum sagt áður að við erum í þannig bransa, við erum fólk að sinna fólki og þarna skiptir því miklu máli að menningin okkar, starfsandinn, sjálfins bara mannauðurinn sé sterkur til þess að sinna þeirri þjónustu sem okkur er falið. Á sama skapi erum við þá líka að máta okkur við kúnnan og virkstæðunina reglulega og þar eru kannanir ennþá þannig, þar hafa verið það býsna lengi, þar sem að staða okkar er gríðarsterk á markaði. Staða vörumerkisins, ímyndastaða og svona fyrsta val á markaði gerur okkur kleift að standa mjög sterk í þeirri samkeppni sem að nú ríkir sem er gríðarlega hörð og harðari heldur en nokkru sinni. Þannig að þetta eru góðar niðurstöður. Nú reglubundið förum við í gegnum mat reitunar á ÖFS stölunum, viðmiðunum og þar eins og áður erum við að skora vel yfir markaðinum og erum að skora þarna í kringum 80 stig, 81 stig og sem verður að teljast bara stórfínt og mjög vel við unandi. Nú við kynntum til sögunar í maí nýtt app sem að við lögðum mikið upp úr að væri eins notendavænt og svona gagnaðist okkar viðskiptavinum. Við reynum að sinna vöruþróunin þannig að þetta snúi nú fyrst og fremst að okkar viðskiptavinum og sem þeim til hægðarauka, tilkynning á tjónum og þeirra aðkoma þeirri stöðu og tryggingavernd er mjög aðgengileg sem er gott og samhliða því þá kynntum við til sögunar nýtt samstarf nýtt samstarf sem við tókum upp með Icelandair sem er mjög kærkomin viðbót við stofnun. Stofnun er eitt af þeim vildarkerfum á landinu sem er hvað þekktast þegar þau eru mæld vildarkerfin og þetta er því skemmtileg viðbót eða skemmtilegt krydd við það þar sem að okkar viðskiptamenn sem að fá stofnendagreiðslu geta þá valið hvort að það er í fjármunum eða punktum hjá Icelandair og því til viðbótar þá eru tilboð sem standa okkar stofnfélögum til boða reglubundið frá Icelandair. Nú eins og ég vék áðan og verið komin betur að þá voru fjárfestingarnar undir væntingum hjá okkur. Í sjálfum sér er það alltaf svona afstætt, þar að segja fjárfestingarnar sem slíkar eru kannski ekki lakari og jafnvel skárri heldur en svona viðmiðunar mælikvarðar en þessi mál hlýða þekkja nú að markaðurinn hefur ekki verið hliðhollur eða hagstæður við þessar kringumstæður eða undanfarið og þá sérstaklega hlutabréfamarkaðinum. Nú að þessi sögðu þótti ég að hleypa sér í völu að.
Já, komið sæl. Nú, virkilega góður fjórðungur í vátryggingarekstrinum hjá okkur. 744 milljóna króna afkoma fyrir skatta og samsett hlutfall 91,5% sem nokkuð betra en okkar áætlanir gerðu ráð fyrir. Tjónaþróun hagfelld en auk þess féll ekkert stórt tjón til á fjórðungnum, frekar en á sama tímabili í fyrra. Og við sjáum í rauninni hversu sterkur grunnreksturinn okkar þegar við skoðum síðustu fjórðunga sem hér eru birtir og ber þess merki að grunnreksturinn sé hraustur og afar sterkur. Nú afkoma fjárfestinga var jákvæð 1,4% ávöxtun á safninu okkar sem nokkuð undir okkar langtíma markmiðum og væntingum og líkt og í rauninni við sjáum á fyrsta fjórðungi sem og á sama tímabili í fyrra. Nú við skoðum vátryggingasamningana þá hafa tekjurnar hjá okkur aukist 2,2% á fyrstu 6 mánuðum ársins og það aðeins að hægja á vextinum. Eins og Hermann nefndi samkeppnin mikil og hefur verið það undanfarið. Auk þess sem að minni umsvif í hagkerfinu hafa þetta áhrif á tekjuvöxt og þá aðallega fyrirtækjamegin. Nú tekjuþróunina þarf að sjálfsögðu að skoða í samhengi við þróun kostnaðar sem í rauninni að þróast með sama hætti og tekjurnar, þar að segja eykst 2,2% á tímabilinu og skilur okkur því í nær óbreyttu samsettu hlutfalli á milli ára. Nú við sjáum á myndinni lengst í vinstra horninu þróunina í samsettu hlutfalli vátryggingagreina og við sjáum þar að ökutækjatryggingarnar eru að skila betri afkomu og sama tíma og aðrar greinar hafa aðeins versnað. Nú við sjáum ökutækjatryggingarnar þróast í rétta átt undirliggjandi en eins og ég nefndi síðast og gott að fara aftur yfir að þá vorum við að breyta úthlutun á kostnaði sem leiddi til þess að ökutækjatryggingarnar fá minni kostnað til sín og meðan að kostnaður eykst annars staðar. Það hefur engin áhrif í heildarsamhenginu eða á samsett hlutfall en við teljum þetta endurspegla betur þann kostnað sem að greinarnar taka til sín. Nú þá ekstra afkoma fjórðungsins og við sjáum minni tekjuvöxt núna heldur en á fyrri fjórðungum. Við sjáum vöxt á einstaklingsmarkaði sem að drífur þennan vöxt áfram en við erum hins vegar farin að sjá tekjur á fyrirtækjasvæði dragast lítillega saman. Nú tjóna og endurtryggingakostnaður stendur í stað á milli ára og skilar sér því lægra tjóna og endurtryggingahlutfalli en í fyrra og það munar þar töluvert jákvæða matsþróun og lægri kostnað af endurtryggingasamningum sem að vegur upp á móti örlítið hærra tjónahlutfalli tímabilsins á fyrstu 6 mánuðum þessa árs. En þetta alveg eðlilegar sveiflur á milli fjórðunga. Nú báðir mjög góðir fjórðungar í vátryggingastarfseminni og 744 milljóna króna hagnaður þar fyrir skatta samanborið við 690 milljónir í fyrra. Nú fjármagnsliðirnir að þróast með eðlilegum hætti og bara takt við það sem við spáðum í upphafi árs og þar að segja miðað við óbreytta vaxtastig og óbreytta vexti. Nú afkoma fjárfestingarstarfseminni var undir væntingum og þorðum við fara betur yfir það og afkoma eftir skatta 900 milljónir. Og fyrir 6 mánuðina þá tekjuvöxturinn 2,2% og aftur þarf að sjálfsögðu að skoðast í samhengi við tjónaþróun og kostnaðarþróun. Gott tíðarfar í byrjun árs skila sér í aðeins betra tjónahlutfalli tímabilsins. Það féll ekki til stórt tjón á tímabilinu frekar en á sama tímabili í fyrra. Nú rekstrarkostnaður í heild sinni aukast 4,8% á milli ára, 4% í vátryggingastarfseminni og þessi aukning á milli ára drifin áfram af auknum launakostnaði án þess í rauninni að stöðugildum sé að fjölga. En við fylgjumst að sjálfsögðu vel með þróun og rekstrarkostnaði og kostnaðarhlutfalli
En hafandi sagt það, þá erum við líka að vinna að ýmsum og fjölmörgum verkefnum sem að miða að því að bæta þjónustu upplifun til okkar viðskiptavina ásamt því að ná fram aukinni skilvirkni í rekstrinum. Óvenju hár endurtryggingakostnaður á fyrsta ársfjórðungi útskýrir hækkun í endurtryggingakostnaði á milli ára, en heildarniðurstaðan 1.534 milljóna króna ákoma af vátryggingasamningum og eykst lítillega á milli ára. Virkilega góð niðurstaða. Og eins og áður sagði endurspeglar sterkan tryggingarekstur. Eignamarkaðir hafa verið ansið þungir undanfarið, ákomana undir væntingum þar, en þrátt fyrir það útskýrir ákoma vátryggingasamninga runni viðsnúning í afkomu á milli ára og niðurstaðan 1.138 milljóna króna hagnaður á tímabilinu. Gjaldþol og gjaldþolshlutfall, það var í 1,44 í lok annars ársfjórðungs og gjaldþolið hækkar í takt við afkomuna, en við drögum frá keypt eigin bréf sem og þau bréf sem eru útistandandi samkvæmt okkar áætlunum um endurkaup sem nam samtals 500 milljónum sem við kynntum núna á vormánuðum. Gjaldþolskrafan að hækka töluvert og það í rauninni bara markaðsáhættan sem að hækka á fjórðungnum og það aðalega vegna hærri hlutabréfaáhættu sem helgast af þróun á samhverfa aðlögunarstuðlunum sem hækkaði 5% stig á fjórðungnum og skilar okkur þá í 1,44 í lok tímabils. Efnahagsreikningurinn þróast bara með mjög hefðbundnum hætti með við árstíma. Verðbréfin, við sjáum áhrifin af arðgreiðslu, á móti kemur ávöxtun á verðbréfasafnið sem og innstreymi úr vátryggingarekstrinum sem hækkar þá eignirnar á móti. Eigið fé tekur að samanskapi með á þessu og við sjáum að skuldbinding vegna vátryggingasamninga hefur lækkað frá áramótum en það helgast í rauninni bæði á því að verið að greiða úr stórum tjónum sem og að minni umsvif og minni tekjuvöxtur í rauninni hægir aðeins og vexti skuldarinnar. En efnahagsreikningurinn afar sterkur sem fyrir. Þórður. Já, svo komið við fram að þá voru fjárfestingarnar undir væntingum og á fjórðungnum. Og ef við svona kíkjum á þetta, þá horfum við fyrst bara á afkomuna af skuldabréfum. Þá hún bara í ágætis takti við það sem að vænta má. Ég sjá svona vextir, afkoman í kringum 2% sem þá kannski rúm 8% á ársgrundvelli og þá svona lítillega yfir stýrivöxtum á fjórðungnum sem þetta mun ekki fá sérkafla í endurminningum mínum en þetta alveg ásættanleg afkoma. Ef við horfum á óskráð hlutabréf, þá þetta eignaflokkur sem hreyfist tiltölulega hægt í verðmati út á svona eðli eignana. Það voru engar meiriháttar verðbreytingar á fjórðungnum en það sem helst var að frétta þarna, það var að við bókfærum arðgreiðslu frá Skyggni eignarhaldsfélagi sem áður hét Origo upp á 152 milljónir og síðan munurinn á því og þessum 68 milljónum það að bara innkallanir í sjóði, það var engin ný fjárfesting á fjórðungnum í þessum eignaflokk. Stóra fréttin að það eru hlutabréf og þau ollu vonbrigðum, afkoman neikvæðum 0,1%. Það sem kannski helst skýrir að setti svip sinn á fjórðunginn, að það var að í loki maí að þá fekk Oculis sem hlutabréf sem við áttum töluvert í neikvæða niðurstöðu úr rannsóknum og í kjölfar þess að þá fengum við allnokkra barsmíða á markaðnum eins og sjá má. En Oculis í kjölfar á því að ef við horfum á og setjum hans í samhengi lækkunina sem varð á hlutabréfum
Oculis, að þá frá sínu hæsta gildi niður að sínu langsta gildi, svona spönnin þarna, og að hún var 68%. Og það í sjálfu sér ekkert óviðbúið, sérstaklega ekki fyrirtæki sem í þróunarstarfsemi á íslenska markaðnum. Ef við horfum á þetta svona sem ensku kallast maximum drawdown, þá fyrir fyrirtæki í Kauphöllinni að þá það meðaltali 56%. Ef við tökum bara annað dæmi fyrirtæki sem hefur fengið töluvert drawdown en svona kannski burðarás í Kauphöllinni sem Marel, að þá áttu þeir spönn upp á 66%. Og svona staðalfrávik út á þessu meðaltali í Kauphöllinni að það rétt rúm 20%. Þannig að þetta það erfitt að segja að þetta hafi verið mjög óvæntur atburður þannig séð. Það sem hins vegar var óvænt og var óvenjulegt og við höfum aldrei séð áður, að það að fyrirtæki, bréfin lækkuðu 50% á einum degi. Og það aðeins eitt sem hefur lækkað meira og það var síðasti dagur fyrirtæki sem var ógjaldfært, en í gjaldfærum félögum að þá höfum við aldrei séð neitt þessu viðlíka. Það hins vegar var til þess að þessi hraðalækkun og hraðabreyting að það var töluvert að streymi af peningum út af hlutabréfamarkaðnum og markaðin þá bara ennþá að vinna úr því vegna þess að niðurstöðu úr rannsókn og Oculis ætti sjálfu sér ekki hafa þannig séð áhrif á verðmæti annarra fyrirtækja þó það vissilega hafi áhrif á verðþróunina og markaðin bara svona að vinna úr því. En þetta megin skýringin á slakri afkomu á hlutabréfa á fjórðungum. Ef við förum svo aðeins í eignaskiptinguna, þá erum við svona með tiltölulega lága stöðu í hlutabréfum núna með það sem við höfum verið með sögulega, en við jukum mest við ríkisskuldabréf á fjórðungum þá á kostnað annars skuldabréfa. Ef við horfum á stærstu breytingarnar, þá sjáum við sérstaklega skuldabréfum að það eiginlega mestu breytingarnar fólgnar í því að bréf voru á gjalddaga og einhvern tilfellum framlengt eða keypt ný bréf sambærilegum útgefanda. Þannig að það var engin sérstök breyting þar og við sjáum það að bæði verðtryggingarhlutfall og meðallíftími lítt breyttur á fjórðungnum. Í hlutabréfum þá voru heldur engar stórar eða taktískar breytingar. Svona helsta breytingin var svo að við jukum við hlut okkar í Íslandsbanka þar sem við höfum verið töluvert undirvegin þá á kostnað Arion banka og Kvikum, en það var ekki nein breyting á sektor þar. Jafnframt jukum við aðeins við okkur í fasteignafélögum þannig að má segja að við höfum fært okkur meira yfir í vaxtanæm félög. Nú ef við horfum á fyrstu 6 mánuðina þá afkoma slök, afkoma ávöxtun fjárfestingareigna 1% og þetta skýrist eins og annar ástæðungur mestu leyti af slakri afkomu af hlutabréfum. Hermann. Að sýna afkomu af einstökum vátryggingagreinum sem við höfum gert hluta niður og þarna sést þá á vinstri, dálkandi lengst vinstra megin 3, svona mynda 75% af heildarinnkominu hjá okkur. Þannig að það þeir sem svona vikta mest í þessu, hitt sveiflast kannski meira eftir því hvernig tjón falla til. Eins og kom fram í máli Sigríðar Völu áðan, þá var svona niðurstöðurnar varðandi ökutækjatryggingarnar verið svona horfa til betri vega, hluta til vegna þessar útskuldunar hjá okkur sem við töldum rétt að fara í, en hluta til eru líka aðrar stóri eins og árferðir sem var í upphafi árs og á vetrarmánuðum og framrúðutjón og fleira sem að vikta jákvætt, en þetta er engin slík teikn að hægt sé að ramma þau inn eða gera ráð fyrir því að þau séu komin endilega til að vera. Það er eins og oft áður, við þekkjum það að sveiflurnar geta verið miklar þarna á þessum stöðum. Og sama má segja þá eignatryggingarnar. Þarna sést bara glöggt og það kom fram í máli Sigríðar Völu að við vorum svona stabíl þarna og engin stórt tjón fyrir 6 mánuðina í fyrra, ekki frekar en núna. En svo þurfum við ekki annað að sjá
2024 þar sem að komu stórtjón inn á fyrstu 6 mánuðina. Þannig að það sveiflast mikið til líka þar. Nú aðeins bara þá til að draga þetta saman að eins og komið hefur fram ítrekað, við erum mjög sátt við niðurstöðuna, þetta er góður árangur, sérstaklega ef litið til þess sem við höfum þá svona almennilega stjórn á, sem þá vátryggingastarfsemin og getum mjög vel við unnað með 91,2% samsett hlutfall fyrir fyrstu 6 mánuðina. Nú, nýtt skipurit var kynnt hér aðalega innanhús getur sagt í maí, þar sem við erum aðeins að tala við aðeins að einn okkur getur sagt. Þetta kallar alltaf samkeppnin og bara umhverfið í sjálfum sér og samfélagið á það að við svona aðlögum okkur að því umhverfi sem við vinnum í hverju sinni. Og núna getum við sagt að nýtt samkeppnisumhverfi kallar á það að við þurfum að straumlína okkur og skipuritið hefur fyrst og fremst snúist það að það deildir sem að hafa verið að vinna þétt saman en kannski á milli sviða eða deilda eru komnar miklu nær hver annari og vinna þá þéttar saman undir einni stjórn og gerir það svona skilvirkara allt saman. Áfram erum við að fara að vinna því að huga að þjónustuupplifun, huga að því að sinna okkar vistarmönnum af mikilli kunnáttu og fagmennsku. Það er það sem hefur skilað okkur árangri og við munum halda því áfram en það sem við iðkuðum fyrir ári síðan er ekkert endilega það sem virkar í dag, heldur breytist alltaf samfélagið og við þurfum að koma til móts við það. Og talandi breytingar á samfélagi og þá kannski ekki breytingar á samfélagi, heldur kannski aukið ákall ýmsa þætti eins og aukna vernd að þá kynntum við líka til söguna núna á fyrstu 6 mánuðum frjósemisvernd sem er ný vara hjá okkur og fellur undir sjúkdómatryggingu. Og held ég sé mjög kærkomin og góð fyrir þá sem að lenda í þeim áföllum sem kalla á vernd sem þessa. Nú, hvað var þar endurkaupin að þá eins og við kynntum síðast þá fórum við af stað og erum búin að kaupa fyrir eitthvað tæplega 150 milljónir í endurkaupum, heimild upp á 500 milljónir og svona hyggjumst þá halda því áfram. Hvað var það horfurnar okkar, þá gerum við ráð fyrir því að þær verði óbreyttar. Við stöndum á hálfu ári núna og horfurnar okkar fyrir árið eru að afkoman af vátryggingastarfseminni verði á bilinu 1800 til 2500 milljónir og samsett hlutfall verði á bilinu 93 til 95%. Þessu sögðu þá viljum við mjög gjarnan fá spurningar úr sal eða á netinu ef einhverjar hafa borist. Það komið nokkrar á netinu. Svo fyrsta kom ekki til greina að uppfæra afkomuspá vátryggingastarfseminnar í ljósi sterks samsett hlutfalls á fyrstu 6 mánuðum ársins. Já, auðvitað kom það til tals að skoða það, en svona þegar við lítum aðeins tilbaka, eins og ég var aðeins að víkja það áðan, þá er það þannig að við gerum ráð fyrir því í okkar áætlunum að það falli til stórtjón. Og það hefur svona verið reyndin oft á tíðum og þegar ég talaði eins og 2024 þá félluðu nú til 4 stórtjón á einni viku, getur við sagt í júní held ég að verið og þá vorum við líka að spyrja því hvort við teldum ekki ástæðu til þess að breyta horfum á til hins verra með stöðuna þá. Það gerðum við ekki og kláruðum árið bara innan þeirra horfa sem við birtum. Að samaskapi núna getum við sagt og í sjálfum sér í fyrra líka þá féll til stórtjón á seinni helmingi ársins. Þannig að það er ekki alveg tímabært eða ástæða til að endurskoða horfur fyrir en við sjáum betur ofan í reksturinn og þá er það frekar á 3. ársfjórðungi sem að tímabært er að gera það. En staðan er svona núna, hún er góð en við þekkjum það alveg að þetta er sveiflukenndur rekstur og við vitum ekki hvenær tjónin falla til. Og næsta sér félagið fram á aukið svigrúm til að skila fjármagni til hluthafa hvort sem í formi endurkaupa eða viðbótar arðgreiðslu í ljósi sterkari eiginfjárstöðu og lægra gjaldþols viðmiðs. Spurningarnar þínar heyrast þetta ekki nefnilega. Já, fínt. Þetta er nú áhugaverð spurning og kannski fyrst er því til að svara að þeir sem að þekkja til okkar og þeir sem þekkja til okkar vegferðar frá því að Sjóvá fór á markað fyrir 12 árum síðan, þá þekkist Sjóvá því að vera mjög sterkt arðgreiðslufélag og við höfum skilað gríðarlega sterku
og góðum arðgreiðslum til okkar hluthafa og það hefur ekkert breyst nema síður sé og þetta bara eykst þá vægið í því. Það er ekki okkar að taka það ákvörðun, heldur þetta stjórnar og jafnvel hluthafafundar að taka þetta ákvörðun á endanum. En hins vegar það alveg rétt sem að kemur fram í spurningunni að staða okkar sterk, svigrúmið hefur verið aukið, við höfum hafið endurkaup, þannig að allt þetta spilar saman og svona má leiða líkum af því ef að reksturinn gengur eins og hann hefur gengið að svigrúmið klárlega til staðar. Já, og svo síðast af netinu ökutækjatryggingar og hún afkoma ökutækjatrygginga batnar en samsett hlutfall enn óhagstætt. Búist við því að hlutfallið fari undir 100% á einhverjum tímapunkti. Hvernig sjáu þið þróunina á hlutfallinu út árið með óbreytta spá samsett hlutfall 93-95 og munið þið bregðast við með verðhækkunum eða ekki útlit fyrir lægra hlutfall? Já, þetta nú líka fín spurning og kannski að geta að setja því í samhengi við það sem við höfum verið að tala getur við sagt síðustu 2 árin að þarna hefur afkoman okkar á ökutækjatryggingum ekki verið góð og við höfum ekkert farið í neina grafgötu með það og svona alveg sagt frá því og sérstaklega getum við sagt að afkoman af frjálsu ökutækjatryggingunum að hún sé á þessum stað sem hún þar sem uppgjörshraði tjóna töluvert mikill, það óásættanlegt. Varðandi lögbónu þá þetta þannig að uppgjörshraðin miklu lengri, þar sé halinn lengri, svo kallaður. Þannig að við erum með fjármunum þar lengur til þess ávustunar, þannig að oft á tíðum hefur íslenskur markaður einkennst af því að hann liggja í kringum 100% samsett hlutfall í lögbónum ökutækjatryggingum og svona kannski betur unað við það. Þannig að já, hvernig horfurnar verða á hvort við sjáum ástæðu til þess að hækka iðgjöld. Þetta hluti sem þetta alltaf eitthvað samspil. Við erum ekki ein í þessari böblu hérna, við erum í samkeppnismarkaði og ég hef áður lýst því að svona verðnæmnin á samkeppnismarkaðinum snýr fyrst og fremst að ökutækjunum. Og það hörbarátta núna, þannig að í sjálfum sér þarf eitthvað að gera en ég svo sem get ekki boðað það hér eða staðið hér núna að boða verðhækkanir eða eitthvað slíkt, það eitthvað sem við þurfum bara að taka ákvarðanir en ekki, við birtum það ekki hér og nú á þessum stað. En þetta klárlega hluti sem við höfum ekkert farið lengt með að afkoman af þessum greinum eru vonbrigði og hafa verið vonbrigði til nokkuð langs tíma og hluti sem þarf að koma til betri vegar. Við höfum reynt eftir fremsta megni að veita til dæmis okkar byrgjum líka mikið aðhald í þessu. Þetta hafa átt í stað verðhækkanir þar, bæði launahækkanir, þar eins og annars staðar og náttúrulega líka innflutt verðhækkun sem gefur inn í verðið á iðgjöldunum. Þar þurfum við að standa vaktina. En þetta hluti sem ég get engu lofað framhaldið eins og ég nefndi á það líka, þó að teiknin séu ágætt núna í bili að þá höfum við áður sagt að teiknin hafa verið góð en síðan hafa þau sveiflast til verri vegar og öfugt. En í þessu ljósi getum við samt sagt að svona afkoman okkar af vátryggingastarfseminni í heild sinni hefur verið sterk og það til nokkuð langs tíma. Fleiri spurningar? Ef ekki, þá bara þökkum við kærlega fyrir mætinguna og þessar góðu spurningar. Takk fyrir.